Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 27 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að reyna að vera með aðeins styttri þátt heldur en ég var með hann síðast. Hann náði að verða hálftíma langur sem klárlega met fyrir þennan þátt. En það hefur líka sannað sig að í hvert skipti sem ég segi að ég ætli að gera stuttan þátt, þá verður hann talsvert langur samt sem áður. Ég held þó að mér muni takast að hafa þetta stutt í dag, því að mér datt í hug að tala eitthvað sem að nokkuð almennt viðfangsefni, þar að segja það á við mjög víða í heimi tungumálanna og það rétt svo snertir á íslenskunni á stundum nokkuð sérkennilegan máta. En þetta þá hugmyndin kíki og búba. Þetta nokkuð fræg tilraun sem hefur verið gerð núna í sirka 100 ár. Hún var fyrst framkvæmd og fundin upp árið 1929 og henni hefur aðeins verið breytt síðan þá. En hugmyndin hefur haldist sú sama, að spyrja fólk sem að talar sitt tungumál hvort af þessum tveim mynstrum sem að ég að sýna þér á blaði hérna fyrir framan þig kíki og hvort þeirra búba. Þessi tvö mynstur heita kíki og búba. Ég ætla ekki að segja þér neitt hvort hvað, en það væri engin leið fyrir mig að vita hvað væri rétt. Það ekkert rétt svar, þetta bara einhvers konar mynstur, svona eins og Rorschach próf getað sýnt hvernig myndir sem en þú verður bara að meta það hjá þér, hvort mynstrið kíki og hvort þeirra búba. Það verður ágætlega fáránlegt að reyna að lýsa þessu í hlaðvarpi, í hljóðformi. Ef að þið viljið komast að þessu sjálf og sjá hvernig þessi mynstur líta út, þá megið þið endilega fletta upp Kiki and Búba eða Kiki Búba og jafnvel Kiki Búba effekt kannski. En fyrir þau ykkar sem að ekki með lausa hendi til að fara að fletta upp einhverjum mynstrum á netinu, þá get ég sagt ykkur að annað mynstrið svona eins og sletta, eins og einhvers konar slím sem hefur dottið á borð og það svona dropalegar línur. Útlínurnar allar mjög mjúkar og óákveðnar. Svona eins og einmitt slímsletta sem að að mjakast út eftir borðinu og þynnast út. Hitt mynstrið eiginlega meira eins og einhvers konar kaktus. Það fullt af hornum út allt og það dreifir sér út í allar áttir og það eru bara skörp horn í þessu mynstri. Það eru engar mjúkar línur. Það eru bara harðar. Og nú segi ég aftur. Hvort mynstrið heitir kíki og hvort þeirra heitir búba. Ef þú sagðir að búba væri mynstrið sem var með öllum mjúku línunum og þá að kíki væri það sem með öllum beittu hornunum, þá mjög stór hluti alheimsins sammála þér. Og þá ég að tala alheimsins, fólk á sínu móðurmáli. Við erum að tala Kína, við erum að tala enskuna, við erum að tala
Andesfjöllin, við erum að tala Amazonfljótið, frumbyggja þjóðir sem að hafa verið spurðar að þessari sömu spurningu hafa flest allar svarað þessari spurningu eins. Kiki er beitta formið og búba er mjúka formið. Þetta er ótrúlega áhugaverð staðreynd þar sem að það verður einhvern veginn greinilegt að það er í mennsku eðli að tengja hljóð við mynd. Að þegar við heyrum Kiki þá hljómar það meira eins og nafn á einhverju sem að væri beittara frekar en mýkra og svo akkurat öfugt fyrir búba. Eins og að það sé eitthvað sem að lætur okkur öll vera sammála þessa staðreynd. Hvernig tengist þetta inn í íslenskuna? Ja, pælum aðeins í því. Það eru til orð sem að hljóma nokkuð grimm og hörð vegna þess hvernig þau eru sögð og eiga þá kannski við einmitt grimma eða harða hluti. Eins og til dæmis bara þessi 2 orð sem ég var að segja. Grimmur. Það er mjög mikið ofbeldi sem verður til í orðinu þegar ég segi það. To be cruel, að vera grimmur. Hart G, rúllandi R og lenda strax á 2-földum samhljóða strax á eftir. Að vera harður. Aftur, sama pæling. Þungur fráblástur sem leiðir inn í rúllandi R. Og ef við segjum þetta í hvorugkynni, þetta er hart. Það er svolítið mikið kíkíað orð. Ef við skoðum andstæðurnar við þessi orð, þá geti andstæðan við hart verið mjúkur. Mjúkur. Það er mjög mikið búba orð. Allar útlínurnar voru mjúkar. Ekki harðar, heldur mjúkar. Þannig að við upplifum næstum því hversu mjúkt fyrirbærið er sem við lýsum út frá því hvernig við tölum það. Bara í hljóði, ekki í orðum. So to digress that into English, so we can be experiencing the idea of the phenomena that we're saying also via phonetics, not just by semantics. That is, by the sound of the word instead of what the word actually means. Áðan sagði ég líka að þessi orð getur verið grimmi. Andstætt orð við grimmd gæti verið blíða. Blíða. Annað mjög mikið búba orð. Þar sem að öll hljóðin sem ég segi eru nokkuð mjúk. Það byrjar á sprengihljóði, applosive, en það er allavega mjúkt sprengihljóð. Það er ekki P, heldur er það B, leiðir yfir í sungin samhljóða og blíða. Ég get sungið næstum því allt orðið eins og í búba. Við getum bundið fullt af eins konar dæmum innan íslenskunnar þar sem að þetta er raunin, að við notum harðmælt mál og harðmælt hljóð til þess að lýsa hörðum hlutum, harðgerðum hlutum og notum þá mýkri hljóð til þess að eiga við eitthvað mýkra. Það sem að mér þykir þó áhugaverðast við þessa pælingu í íslensku samhengi er það að skoða það hvaða orð og máltæki við höfum ákveðið að nýta tökuorð eða orðaverð vegna þessa. Nú er mjög misjafnt á hvaða reiki þið sem eruð að hlusta á þáttinn
eruð innan íslensku þekkingu ykkar, þannig að þetta geti verið ykkur mjög sjálfsagt, en það er til mjög fallegt og gott orð fyrir þá hugmynd og það fyrirbæri þegar að margir einstaklingar koma saman til þess að spila einhverja tónlist. Þar sem að allir eiga sinn þátt í því að þetta eina lag eða verk hljómi eins og það geri. Eins og þau vinni öll saman að því að búa til þessa niðurstöðu sem að er tónlistin, sem að er afleiðing þess sem að allir vinna að saman. Og þetta er einfaldlega hljómsveit. Hljómur er virkilega gott orð sem að við eigum til þess að eiga við eins og hljóð í einhverju rými, eins og acoustic, eða hreinlega hljómur eins og þú getur spilað á gítar. Þegar með 3 tóna saman sem að saman mynda einn hljóm. That is a chord. En hugmyndin er þá einhvern veginn tekin frá því að þetta hljómi vel, að það séu margir hlutir sem að leiði af því að eitthvað endar á að hljóma eins vel og þetta gerir. So it's slightly derivative of the idea of consonance. Sveit sem orð fyrir einhverja sem að vinna mikið saman. Einhvers konar deild eða hópur af fólki sem að vinnur samkvæmt mjög miklum aga eða allavega samtakamætti til þess að gera eitthvað eitt ákveðið. Eins og hersveit. So this is effectively meaning troop rather than solely being a group. Because a group can be disorganized, but troop is kind of organized, right? Þannig að þegar að klassísk tónlist er flutt á Íslandi með stórum hópum af fiðlum og kontrabössum og túbum og trompetum og klarinettum og svo framvegis, þá er það mjög stór sinfóníu hljómsveit og þá er það stórfenglegt orð til að eiga við þetta. Það er mjög stór hljóð innan orðsins sem að ná að grípa það hver merkingin af hugmyndinni er. Hljómsveit, orchestra. En það eru til fleiri hljómsveitir heldur en sinfóníu hljómsveitir. Upp úr seinni heimsstyrjöld, þegar að það er að koma á friðartími í Evrópu og í Bandaríkjunum og ungir menn þurfa ekki lengur að fara jafn grimmilega mikið í herinn, heldur geta þeir farið að stofna til fjölskyldna og haft það nokkuð gott. Það verður til þessi kynslóð sem við köllum í dag baby boomers. Þeir sem að ólust upp við það að allt í einu varð allt mjög gott og fjölskyldur fóru að stækka og miðstéttin, the middle class, fór að stækka og aukast. Unglingamenning verður ríkari, ungt fólk fer að taka eigin höndum að fara að framleiða hluti og gera list upp á eigin spýtur og dæma listrænt gildi þess sem þau gera sjálf. Það þarf ekki vel menntað fólk að vita eða að segja að eitthvað sé gott eða slæmt, af því að okkur finnst það gaman. Við getum alveg samið og unnið tónlist og flutt tónlist sem er bara gerð til að skemmta okkur. Og þetta er þá bakgrunnurinn að því sem að býr til rock tónlistina. Rockið tekur yfir heiminn,
allavega vestræna heiminn, og það þróast mjög hratt frá því að vera hreinlega einhverjir 7. áratugar unglingagrallarar yfir í að verða eitthvað sem að er ennþá meira andófskent, antagonistic við eldri kynslóðir og fara lengra og lengra inn í að stangast á mót við eðlilega staðla samfélagsins. Og þá er ég að meina að Chuck Berry leiddi til Beatlanna, þar sem að allir foreldrar voru brjálaðir út í úlingana sem voru með svo ótrúlega óklippt og ljótt hár, og sem afleiða af því verður til þungarokkið með Deep Purple, Led Zeppelin og sérstaklega Black Sabbath, þar sem að fólk fór loksins að birta hrylling, horror, þvert á vilja eldri kynslóða, sérstaklega þeirra sem að voru mikið trúið, sem að leiðir svo yfir í hreinlega punkið, sem gengur svo langt að það er næstum því bókstarlega yfirlýst stefna anarkisma höfð fyrir stafni. Og þeir hópar sem að bjuggu til þessa tónlist og voru alltaf að reyna að stangast á við þessa staðla sem þegar voru til í samfélaginu, á íslensku fengu að heita hljómsveitir. Oj, það er ótrúlega mikið búba orð fyrir einhverja hugmynd sem að er jafn mikið kiki. Þessar hljómsveitir voru að reyna að gera eitthvað sem að átti að vera hálf vont, átti að vera stingandi, átti að vera hart. En þetta þykir mörgum og jafnvel ennþá í dag vera nokkuð lúðalegt. Þegar að 15 ára bugaðir og langþreyttir unglingar ætla að taka sér fyrir stafni að ætla að búa til eitthvað punk, að þá verða þeir að punk hljómsveit. Nei, það passar ekki. Það hljómar hreinlega og fallega þegar ég segi það upphátt. Og raunin er svo að flest það ungt fólk sem að er inn á þessum stað, eða er í þessari stöðu, myndi frekar tala að vera í punk bandi, sem er bara hreinlega enska. Band. Það er kannski ekki mjög kiki, en það er mun meira kiki heldur en hljómsveit. Þetta er kannski skýrasta dæmið sem dettur í hug hvernig þessi hugmynd kiki og búba tengist þróun málsins og hvernig við kjósum að tala hana. Þetta gæti verið eitthvað áhugavert fyrir ykkur að pæla í þegar þið eruð að læra nýjan orðaforða og sjá hvort að það geti ekki verið einhver tengsl milli þess hvernig þú upplifir að segja orðið og hvað orðið í rauninni þýðir. Að þessi kiki orð séu yfirleitt nokkuð kiki og búba nokkuð búba. Ég held ég skilji þessa pælingu eftir hjá ykkur og leyfi ykkur að setja á þessu. Á meðan ég pæli líka í því hvað gæti virkað sem efnistök fyrir næstu þætti. Ef að ykkur þykir ég hafa talað til dæmis of hægt í þættinum í dag, eða þátturinn sé mun styttri en þið hefðuð viljað, þá megið þið endilega senda mér línu það á Facebook, en hlekkin að því getið þið fundið í Linktree hlekknum á þættinum. Ég hef þetta þá ekki lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me.
Now, in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.